En eins og við nefndum fyrr í dag þá var fundur haldinn með fulltrúum bæjarstjórnar í Árborg og Handknattleikssambands Íslands og málefnið íþróttahúsið við Vallaskóla þar sem Handknattleikssambandið sætti sig ekki við aðbúnað sem handboltaliði Selfoss í úrvalsdeild karla boðin upp á. Nú þessi fundur afstaðinn og Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi í Árborg, á línunni hjá okkur. Sæll, Kjartan. Já, góðan daginn. Geturðu sagt okkur einhver tíðindi af þessum fundi? Þau tíðindi helst af Handknattleiksdeild ungmennafélag Selfoss, ungmennafélag Selfoss, HSI, fulltrúar þeirra og fulltrúar sveitafélagsins Árborgar hittust á þessu fundi nú klukkan 5. Já. Og niðurstaða þess fundar sú að við haldum áfram að vinna að málinu og klára þetta þannig að undanþága fáist vonandi í lok næstu viku. Já. Og það er grunnhugsun í þessu. Já. Og það verður unnið fullum fetum núna fram í næstu viku að því að klára það mál við náum þetta ekki að verða og bregðast við öllum þeim athugasemdum sem að HSI hefur við hús Vallaskóla. Handboltadeildin vill hafa það sem sitt heimili og starfa þar og æfa og annað. Já. Þannig að við gerum okkur grein fyrir því og þá ætlum við að reyna að bregðast við því og við þurfum náttúrulega háður auðvitað fjárhagsáætlun sveitafélagsins og þurfum að setjast niður núna með haustinu allir bæjarfulltrúarnir 9 og ætlum að vinna því í rólegheitunum saman og finna viðunandi lausn en við munum standa að lausnum sem að Handknattleikssambandið mun sætta sig við og það niðurstaða fundarins. Gera einhverjar endurbætur á húsinu sem að myndi þá, já, eins og þú segir að Handknattleikssambandið myndi sætta sig við. Já, og núna mun ungmennafélagið senda inn greinargerð og erindi þetta til Handknattleikssambandsins. Já. Og með því loforði líka frá sveitafélaginu að við munum koma á 1 til 2 árum að þeim breytingu sem þurfa þarna að verða. Já. Og vonandi tekst þetta allt saman og við vitum niðurstöðun á föstudaginn eftir viku og eitthvað svoleiðis. Já, þannig að þetta í góðum farvegi, skulum við segja. Já, fjölmiðlarnir hafa aðeins keypt þetta þar spennandi þegar það einhver hamagangur og leyti. En við vorum þarna í mesta bróðurni að fara yfir máli saman og erum þarna í mjög góðu samstæðum eins og við höfum verið náttúrulega við í þetta hreyfinguna hér alla tíð og þannig að það heldur bara áfram. Já, bara haldið áfram og með það markmiði að leysa þetta mál. Við höfum ekki fundið peningatréð en við munum leita lausna til þess að finna peninga til þess að lagfæra húsið eftir þeim kröfum sem það eru framsett. Gott að heyra og svo leikur í kvöld á vellinum. Svo leikur í kvöld klukkan 6 og það er svo gott viður og það er ekki hægt annað en að storma á völlum og svo er náttúrulega Ragnarsmótið og fulli í Vallaskóla. Það sjálfsögðu líka, já. Mikið í gangi þar. Já. Þannig að stelpurnar unnuða daginn og við erum bara notað að tækja frá Óskar heim til hamingju. Nóg að vera. Takk fyrir þetta, Kjartan Björnsson. Bestu þakkir. Já, þarna var fréttaskot hjá okkur. Það er unnið að lausn þessa máls varðandi íþróttahús Vallaskóla þannig að úrvalsdeildarlið Selfoss í handbolta fái að spila sína heimaleiki í Vallaskóla eins og gert hefur verið mörg undan farin ár og bæjarstjórn, ungmennafélagið og HSI vinna saman að þessu verkefni að finna ásættanlega lausn fyrir alla. Þannig á þetta að vera, þannig á að vinna þessi mál í sátt og samlyndi.